Já, hérna sérstaklega mósvettar eru notaðir sem sem rofar. Þetta hefðbundin snúningsáttastifti fyrir DC-mótor. Ef að þeir eru báðir lokaðir hérna, það fer rafmagnið hérna, þessa áttina og hér niður. Svona. Og síðan ef við opnum A, svona, lokum B, það fer rafmagnið hérna niður og sjáum þið, og í hin áttina og hér niður. Þannig að þeir eru á til skiptis þessir eða þessir. Og það fer rafmagnið í gegnum þessa áttina, þá fer neðar áttina, snýst að þau fer hinn áttina, og þetta er í hurðina bílaðum ykkar, það sem svona takki rúðan fyrir upp og niður, líklega DC-mótor, og þeir bara snúið áttinni við með svona snúningsáttaketi sem er þá öllum líkindum hálfleiðari, ekki relay eða snerta, þetta eru hálfleiðari eins og er hér. Hérna notum við mósvettinn sem rofa. Hann er bara on eða off. Og við tengjum gateinn hérna á þessum transistor, þetta svarta hérna, innan gateið hér, hérna. Þannig að þessi leiða og svo gateið þetta rauða hérna hér eða þessir. Þetta skiptist. Þessi leiða, það fyrir rafmagnið þess áttina og síðan þegar þessi tvei leiða hérna, þá fyrir rafmagnið hérna í hinn áttina. Og hér eru gateinn. Við setjum annað parið, það er að segja annað þetta eða þetta til jarðar og hitt í plús. Og þá leiðir það par. Og síðan víslum við þessu við erum hérna svona og þá leiðir hitt parið og þá snýstum strjámáttar við. Þannig að við erum tvo víra, þeir eru hér eða svona. Þetta er eitthvað áttan að við viljum að þetta. Ef við höfum að báði jarðar, það er bara stopp. Þá leiðir enginn þeirra og það er eins og séu það bara, þetta eru opnir, bara svona. Þannig að ef þið eru til jarðar, þá eru þið bara eins og séu svona. Bara opnir og að því þetta er end channel, enhancement, þá þarf hann plúsinn á gateið til að fara að leiða. Prófum þetta.